Ekki ótt að segja að Njarðvíkingar bara hafi verið stálhermir í kvöld? Það er alveg að segja það. Við leiðum allan leik og við börðumst bara eins og ljón, eins og við sagt hérna í Ljónagreini. Þannig að það var bara grálegt að við skildum ekki landa þessu. Planið þitt fyrir kvöldið var greinilega að pressa stíft á Njarðvíkinguna. Hver er ástæðan fyrir því? Við erum fullt af strákum sem vilja fá mínútur og fullt af strákum sem geta spilað. Og það er erfitt að dreifa mínútur nema að menn verði bara hreinlega þreyttir á vellinum. Þannig að það bara allir koma inn og þeir bara gefa allt í þetta og þeir gerðu það og það er allir að leggja 100% á sig. Tapi leiknum en samt sem áður er að sýna hvað þetta er annað. Ég meina það, þið eruð að standa í öllum liðum. Já, en það er rauninni grálegt að við séum ekki koma fleiri sigrar. Hæfilega geta orðið fleiri sigrar og það er eitthvað sem við þurfum að laga. Ég meina þessi fjórði leikluti er ekki nægilega góður, vel spilaður hjá okkur, ekki nægilega góður. Við erum að tapa boltanum oft, við erum að verða illa undir í frákastaparatunni. Það var eitthvað sem gekk ágætlega hjá okkur framanleik, sérstaklega frákast. Við vorum kannski að tapa boltanum klaufalega og drífa út alltaf mikið. Fara nokkur þar góð færi, ræðafæri. Þannig að við þurfum að laga þessi atriði. Ljóspunktur þrátt fyrir það að Gunnar Ingi nýr leikmaður. Það sýndi flotta leikinn í kvöld. Já, Gunnar Styrkir ykkur? Já, klárlega og eykur breiddina mikið í leikstjórnarstöðunni en núna getur maður, Benz er að fá miklu meiri hvíld og hann getur bara að einbeitt sér að því að spila en hann hefur mikið þurft að vera að passa sig, að sprengja sig ekki og passa á villum og nú getur hann bara einsett að spila eins og mögulega getur. Takk fyrir þetta.